Hlynur, velkomin. Takk fyrir. Þú varst að gera tveggja samning í þjálfun annan flokks. Hvernig leggst þetta verkefni? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Það er bara spennandi tíma framundan hjá félaginu. Þannig að veturinn í vetur verður bara tilhlökkun fyrir sumarið, bæði hjá meistaraflokk og svo öðrum flokk. Þú tókst þig að palla í sumar. Er það bara sömu áherslur þú lagðir í þegar þú tókst þig? Já, þetta annar flokkur fylgir meistaraflokk svolítið vel eftir því að það er nú einu sinni svo að félagið okkar verður aldrei þannig það verður aldrei það ríkt að við getum verið að kaupa 5, 6, 7 leikmenn, þannig að við þurfum að búa til okkar leikmenn sjálfir og þannig að áherslurnar þær eru ekki breyttar neitt. Þannig höfum við verið að vinna undanfarin ár og höldum því bara áfram. Það er alltaf krefjandi og spennandi. Já, mér finnst það að vera mjög spennandi tíma framöndan hjá félaginu. Meistaraflokkur í úrvalsdeild, annar flokkur líka í úrvalsdeild í öðrum flokk og þetta er bara mjög spennandi. Takk fyrir og gangi velkomin. Takk. Þú varst að skrifandi 3 ára samning. Hvernig leggst þetta verkefni í? Ósvöld. Það eru mjög spennandi tíma framöndan í félaginu að hafa verið. Þannig að þetta verður skemmtilegt og krefjandi. Var þetta langur aðdragandi? Nei, það má kannski segja að það hafi ekki verið langur aðdragandi. Ég hélt nú samt að hann ætlaði aldrei að hringja. Ég er beðið spenntur og vonaðist eiginlega til þess að þetta er í stað. Þannig að eftir að þetta fór að stað þá vorum við fljótt að klára þetta. Þú náttúrulega þekkir það sem þegar þú varst leikmaður að spila í efstur. Hvernig leggst sumarið í? Þetta er náttúrulega spennandi. Já, ég held að það er tvennt ólíkt að vera þarna í öllu tilliti og þetta verður auðvitað gríðarlega erfitt og krefjandi verkefni fyrir hópinn. En hópurinn er skemmtilegur og mér sýnist á öllu að það verði haldið öllum sem fyrir voru og kannski einhverju bætt við. Þannig að þetta er svona skemmtilegt dæmi þar sem þetta er byggt upp á okkar eigin strákum og með svona góðum póstum með. Þannig að ég held að það sé svona langbesta blandin til árangurs eins og hefur samnað sig. Þannig að það er bara bjart tíma í þorpinu? Ég held að ef einhvern tímann hefur verið bjart yfir þorpinu þá er það svona allavega þetta er rosalega góður og það er allt orðið svo flott og fínt hjá núti, aðstæður bestu og það er bara engin ástæða til annars en að vera bara bjart síðan. Til hamingju samninginn. Takk fyrir.